If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Something she told me. Hello, I'm Lenny. Hello, Felicia. Oh, she's so beautiful. Tell me about her. Oh, she's wonderful. She's a lovely girl. What age are we living in? One can be as free as one likes without guilt or confession. Please, I know exactly who you are. He can be the first great American conductor. There's a price for being in my brother's orbit, you know that. I love people so much that it's hard for me to be alone. And music, it keeps me glued to life. I don't even know how much you need me to. I might. If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Mig langar til að segja eitthvað kvikmyndina Maestro sem fjallar í raun og veru eiginkonu Leonard Bernsteins. Hún gerð að því virðist og kemur fram í viðtölum hún gerð í nánu samstarfi Jamie, dóttur Leonards, sem svo við öll sá móður sína í hillingum og föður sinn. Þetta mynd sem ætti að heita Felicia og Jamie en ekki Maestro. Það er hættulegt að taka svona mynd á orðinu, svona kvikmynd sem þúsundir, jafnvel milljónir eiga eftir að sjá og muna. Mér dettur til dæmis í hug alltaf eiginlega í þessu spursmáli. Dettur í hug það sem skrifað hefur og sagt Johannes Brahms og Klöru Schumann. Það í aðalatriðum bull og það sem sagt hefur verið
Ölmu Mahler og Gustav Mahler. Það í meginatriðum bull. Og það sem sagt hefur verið Lully, hinn franska, ítalska, fransk-ítalska, eða ítals-franska, sem hafa barið sig í tærnar, kannski stóru tá með prikkinu sínu sem hann notaði til að stjórna og slá í gólfið með, og svo bara dó hann. Þessa sögu sem skiptir engu máli búið að segja milljónsinnum. Allir heimi sagði við mig: tónlistarsagan stútfull af lygum. Og það sem þeir sem hafa ekki vit á tónlist en fjalla tónlist hengja hatt sín á eru svona bullsögur. Fólk sem hefur ekki hæfileika eða menntun eða skilning til þess að kafa hann í tónverkin, en þau eru skipta máli en ekki þess að ástarævintýri og slís og meðan maðurinn bara dó, hann Lully. Varð engum harmdauði, reyndar. Já, sagði allir, tónlistarsagan bara bull, lygasögur. Og þeir sem hafa ekkert að segja, að viti tónlist en eru samt að kynna hana, grípa til þess ráðs að segja sögunum tá Lullys einu sinni enn. Og svo sagt: nú skulum við hlusta á óperu eftir Lully. Tökum Bach. Ég var alveg gáttaður því ég komst að því að það væri til bók sem héti The Bach Reader. Hún svolítið merkileg, því þar allt sem að Bach skildi eftir sig skriflegt. Þar segja sitt hversdagslega líf. Af hverju fékk ég ekki öltununa mína þennan mánuðinn? Getur sóknarnefndin ekki að hætta þessum árásum á mig? Ég bara að semja tónlist. Og svona semja músík. Auðvitað var bara þetta ljósi á Bach. En það útskýrur ekki Matteusarpassíuna. Það er meistarverk, svo dæmi sér tekið, eða öll hín. En þegar fólk sem að tala tónlist í fjölmiðlum þarf að segja eitthvað Matteusarpassíuna, þá grípur það til bókarinnar The Bach Reader. Já, Bach þurfti að fara til læknis þessa myndir og hann var illt í bakinu, sennilega af því að spila mikið á orgel. Svo sóknarnefndin eitthvað aðtast í honum. Svo fekk hann ekki bjóru sinn. Nú skulum við hlusta á eitthvað stórfenglegt. Matteusarpassíuna. Gjörðu svo vel. Eins það þessa mynd, maestro.
hún ekki að öllu leyti trúverðug, en ég kannast við eitt og eitt atriði í þessari mynd sem Bernstein sagði mér prívat. Ótrúlega mörg atvik. En að Felicia sé gerð að aðal persónu þessara myndar sem á að vera einhvers konar innsýn í líf Bernsteins skekkir myndina, og það mjög mikið því að hún sett upp á stall. Sanna sagna myndist Bernstein aldrei á Feliciu í mín eyru. Hann hafði sigrt hana í hljóði minnst kosti 4 ár, þá var hún ekki 78. En hann nefndi hann aldrei á nafn við mig þegar 8 ár sem við áttum engastundir saman. Aldrei. Og come to think of it, þá nefndi hann aldrei börnin sín, ekki með nafni og ekki frúna heldur konu mín og börni mín eða fjölskylda mín. Lengra fór hann ekki. Þetta var eitthvað sem hann hélt fyrir sig, og þessi mynd á að greinilega bæta þar úr og auðvitað leita til þeirra sem þekkt hann best, þar að segja börn hans 3, aðalega Jamie, dóttur hans. Og markam á myndina, því ég veit ekkert um hans persónlegu fjölskylduhagi. Það nefndi það aldrei við mig. Markam á myndina, þá er það Jamie sem segir söguna pappa sinn sem hann elskaði náttúrulega og þekkti bresk leika hans, og móður sína sem hann elskaði út af lífinu. Þetta hafði Bradley Cooper, leikarinn og leikstjórinn, þetta hafði hann til að styðjast við, því að hann þekkti ekki Bernstein. Bernstein var löngu dáinn og grafinn þegar Bradley kom til, og þessi hugmyndum að gera mynd Bernstein. Þannig að Jamie, við sjáum Bernstein með augum Jamies. Já, ég ímynda mér það, og það kemur fram í myndinni, og það kemur líka fram í viðtölum, því að hún alltaf höfð þar með blaðamönnum og kvikmyndagagnrýnendum og svo framvegis. Og það alltaf að byrja að spyrja hana að öllu. Að þessu leyti er þessi mynd ekki trúverðug, ekki mínum augum. En hún gefur manni innsýn í líf þessa mikilhæfa listamanns, og þá aðalega í það öfgafulla, þegar hún leið sem verst, þegar hún leið sem best, þegar hann var glaður og þegar hann var þunglindur, en hún veitir enga innsýn í það sem mestur vert, í hans tónlist eða hvernig hún var til.
Bernstein hafði ótrúlega innri heyrn og fótografist minni. Alveg sama hvað ég dró upp úr mínu hafurtaski þegar við hittumst á flugvöllum, á litlu veitingahúsi í New York frá Carnegie Hall eða í útlöndum. Evrópu myndi ég. Hann sagði, hvað er það að stúdera? Hverju varst að stjórna? Og þá dróf ég venjulega upp ratskrá. Ég venjulega alltaf. Það var alltaf 2, 3, 4 ratskrár í minnitösku, alveg saman hvert ég fór. Og þá sagði hann, kíktu á æfingar númer 33 í þessu verki. Svo var rætt það. Hann leit aldrei á það. Hann kunniði utan að. Kíkti á æfingar númer 130 í Mahler. Kíktu á það. Tölum það. Hann var ekkert að tala Feliciu eða Jamie eða hinn börnin. Hann var að tala tónlist. Hann var að grafa í tónlistina. Hann var að sjá hluti sem að aðrir sá ekki. Eða mjög fáir menn í heiminum sem hefðu þessa innri sýn og þessa innri heyrn. Ég sakna þess í mynd sem á að fjalla hann. Þetta er allt mjög yfirborðskennt og svo langt frá raunveruleikanum. Ekki heimilishaldinu. Heldur hans innra lífi. Hann talar það í þessar mynd og hann sagði það við mig oft sjálfur. Og ég reynda við sjálfa mig þegar hann sagði, sko, líf mitt í 2 hlutum. Það er svona skitsofrenist. Annars vegar ligg ég yfir nótum, vikum og jafnvel mánuðum saman sem ég hef ekki stjórna áður. Svo allt í einu kvistbang ég komin upp á svið fyrir framan jafnvel milljónir manna ef þetta eru sjónvarpstónleikar. Og þá á fólki mig en ég á mig ekki sjálfur lengur. Og svo ég aftur komin í einveru, annarkvort að semja eða skoða. Og þessa einvera Bernsteins sem svo ríkur þáttur í lífi hvers stjórnanda og hvers tónskáls kemur bara ekkert fram í þessari mynd. Svo hún ekkert betri en kjaftasögurnar Johannes Brahms og Klöru Schumann eða Ölmu Mahler og Gustav Mahler. Að þessu leyti. En fyrir þá sem ekki innvígðir í þennan mann, þá þetta sjálfsagt mjög uppörvandi mynd, dapurleg í því hvað fólk vil segja og kann að vekja áhuga fólks á því að hlusta á músíkinn hans eða hljómsveitarstjórn hans. Hljómplöturnar og kafa í þær, kafa í ratskrárnar, segja eitthvað að vita þær. Einu sinni sagði mig, hvað finnst þér messuna mína? Ég sagði, á ég að skella því eða ég að segja sannleikann? Hann sagði, segðu sannleikann. Ég hef mína efasemdir þann. Og ég sagði bara 1 og 3, hún stundleg en ekki langvarandi. Þú ert að reyna að þóknast of mörgum.
Þú getur ekki þóknast öllum. Þú ert ekki að þóknast því sjálfum þér. Þú ert að reyna að þóknast öllum hippum og konum og köllum og gamalmennum og allt mögulegt. Það er ekki hægt. Úr því verður bara hversdagslegu grautur. Og hann sagði, ég er bara alveg fullkomlega sammálaður. En ég hafi John Kennedy í huga og hans persónuleika. Hann var allra. Hann var elskar út allan heim. Þess vegna reyndi ég að semja verk sem höfðaði til allra, eins og John Fitzgerald Kennedy gerði. En það var ekki hægt. Þetta voru mín mistök, sagði Bernstein. Þetta hefur hvergi séð á brendi. En hann sagði þetta við mig. Og nú dreigði það strax tilbaka svo ég valdi ekki einhverjum usla í Bernstein heimum. Það er stór heimur. En svona var þetta nú samt. Þetta er að fyrsta sem ég langar til að segja þessa mynd.